Hér er ég með 30 manns og það 6 borð og það sitja 5 við hvert borð. Og þú skrifar fyrirsagnir, nafn, röð og borð og númerinn. Svo yfirfærðu bara fjölda borða og fjölda sem þú ert með. Og ég ætla að setja fall hér sem heitir rand. Skrifa ég sama sem rand, opna sviga og loka sviga. Og þá fæ ég einhverja handahófskennda tölu sem ég ætla að afrita niður. Hérna. Velur bara einhverja handahófskennda tölu og hérna sérðu formúluna. Og í hvert skipti sem að ég ger eitthvað í skjalinu, ef ég ýti bara á orðabil, þá breytast tölurnar. Þannig að það sem ég ætla að gera er að ég ætla að setja tölurnar í blokk, smetla á copy og afrita gildin, paste values. Þá þetta bara tölur en ekki fallið. Og síðan ætla ég að raða, hérna, setja þetta svæði hér í blokk og fara hér í sort and filter og custom sort og ég ætla að raða eftir röðinni, ekki eftir nöfnunum. Og smallest to largest og hafðu haka hérna við my data has headers. Þá kemur þetta svona. Og þá sér það að þau raðast hérna við borðin einhvern veginn. Og ef ég vil núna raða eftir nöfnum líka, þá get ég farið hér, farið aftur í sort and filter og custom sort, hafa haka hér við my data has headers. Nú ætla ég að raða fyrst eftir borði og síðan eftir nafni, þannig ég smelli hér í add level og vel nafn. Þá er ég komin hérna með alla þá sem sitja við borð 1, borð 2 og svo framvegis. Og ég ætla að vista. Leiðbeiningar eru á þessari síðu en þú getur eftir hérna á báðum síðum eða í grunnskjalinu, hvernig sem þú vilt hafa það.